stoppar aldrei, þú 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 stoppar aldrei. Ég dett í kattan hjá matta, andlegri en Dalai Lama. Þegar fýra hafana og hala, ert í sama pakka, má ég sjá þig skaka þessum hnakka gegnum kóbakka. Þá kemur hornspyrnan og það er Heimir Karlsson sem nærir að skalla boltann fyrir fætur Aðalsteins Aðalsteinssonar og Víkingar hafa skorað mark strax og það er Jón Oddsson sem tekur innkastið fyrir Blikana, Jón Oddsson nr. 11, en hann er frægur fyrir sín löngu innkast. Og hér kemur eitt langt innkast frá Jóni Oddssoni innan miðjan vítateig og Benedikt Guðmundsson bakvörður Blikana í góðu færi en skallið hans fór yfir mark Víkings. Og hér er Þorsteinn Hilmarsson kominn á hægri kanti, fær hér boltan aftur, sendir til Jóns Oddssonar. Hann hefur nægan tíma til að stilla boltanum upp og skora hjá Ögmundi aftur í Víkings, staðan orðin jöfn 1-1. Fjórir Víkingar varnar en Jón Oddsson fær nægan tíma að senda boltan í bláhornið í Ögmundi. 30 mínútur liðin á leiknum og staðan Víkingur 1, Breiðablik 1. Og Heimir Karlsson með frumu skot í stöngauinn, fallegt mark. Og það er Þorsteinn Hilmarsson sem tekur hornspyrnuna fyrir Breiðablik. Og Loftur Ólafsson á réttum stað á marki Víkinga og jafnar metinn 2-2. Víkingar komið mjög framalega á völlinn og þá er það Rögnvaldur Rögnvaldsson sem leikur fram. Hann átt að sjá því Blikar eru núna skyndilega 3 á móti 3 og hér Stendur Elísson með glæsilega sendingu yfir á Rögnvald sem leikur á Guðmund Hreiðarsson og Blikar hafa skorað fyrsta markið í leiknum. 0-1 í Fossvogi í leikhlé en hér er brotið gróflega á Atla Einarssyni og enn verða menn að vekja athygli á því hvort er nú verið í íslenskri knattspyrnu að krækja í boltann eða í manni. Fara út. Guðmundur Guðmundsson hart aðþrengtur út við hliðarlínu. En þetta er vel gert hjá Fylki og Kára Sigurjón Kristjánsson, nýkominn sem varamaður, Hilmar Sighvatsson með skot í Sigurjón og þar er mættur Stendur Elísson. Virðist vera mjög naskur fyrir marktækifærum og hann skorar 7. mark sitt í fyrstu deild og er nú markahæstur. Og Stendur Elísson, þegar fremstur í flokki fyrra, er nú markahæstur með 6 mörk. Við bjuggumst nú ekki við svona góðu gengi til að byrja með. Við ætlum okkur stóra hluti og þetta er bara byrjunin. Nú hlýtur þetta að vera sérstaklega stórt stökk fyrir þig sem kemur frá IK og upp í fyrstu deild og ert samt engu að síður markahæstur eftir 5 minútur. Mikið breyting. Það var búin að leggja mikið á sig til að komast í liðið og ná þessum árangri. Hvernig ferði það því að skora svona mikið af mörkum? Rétt staðsetning bara. Þið eigið núna næst KR-ingana og þar verður slagur efstu liðana. Hvernig leggst það í því? Mjög vel. Við gefum ekkert eftir og ætlum okkur sigur. Komast á toppinn. Er ekki erfitt fyrir nýliða að halda svona flugi, að vera allt í þeirri stöðu að vera slást á toppnum? Er ekki erfitt að aðlaga ykkur þeirri stöðu? Jó, við sem síðustu 3 leikir, eða seinni hálfleikir, síðustu 3 leikjum hafa ekki spilað svona vel. Við getum meira og við stefnum að því að laga það sem er ekki nógu gott. Stoppar aldrei, stoppar aldrei, þú stoppar
stoppar aldrei. Andri, hvað ert þú búinn að vera í sambandi í langa tíma? Það komin þó nokkur ár. Já. Þetta miðast við 3. október 2009. Breiðablik eru bikarmeistarar, þannig að fínt að minna halda. Það er þægilegt. Já, þú kynntist kærustunni þinni þá? Nei, ekki þá. Nei. Áður sko. Áður, ok. Nú ert þú í verkfræði, stundar verkfræðinám við Háskóla Íslands. Hvernig hafa prófin gengið? Nokkuð vel bara, ég er búinn að fá úr sko. Þannig að eins og staðan er núna, þá er ég í fínum málum. Og hvað ert að vinna í sumar? Ég er að vinna hjá Securitas. Slekk bara sko. Mikil ábyrgðarstaða? Nei, myndi ekki segja það. Núna er sumarið í hámarki og boltinn byrjar að rúlla. Ertu fullur tilhlökkunar framhaldi á sumrinu? Já, ég myndi segja það. Aðstæður eru orðnar eins og það voru bara á Spáni. Það er allt of heitt og ógeðslegt sko. En þetta er bara alltaf gaman sko. Þú ert samt ennþá þó bara í buxunum þrátt fyrir hitann? Já, eitthvað verður maður ekki að brenna á leggjónum sko. Það er að gera eitthvað. Eitthvað skilaboð til aðdáenda? Nei, það er ekkert mikið sem brennur á mér sko. Bara hafa gaman að þessu og ekki að stressa sig of mikið á þessu. Látum þetta vera lokaorðin. Takk fyrir. Ég kaki hal og ég og bombun eins og Pakistani Bleysa Afgan í hellnum mínum eins og Taliban Verð alveg farin eins og kann og segir sögu það van en eigum hetjur heldur betur Hvað vissir þú drömmu beist Þegar skjúm ofar voru beint í þitt face Sasta fyrirmyndi frappa Dr. Gunn og Steppi Gill Ánu 91, 1 yfir 1 og 1 til blíka gátt ekki neitt og nefnir einn sem ekki veit að mestraflokkurinn var aumur Flestir hommar voru laum og vestu kópa og sæskan hún var svarthvítu draumur Maður fikk ekki neitt í flottu gældna voru elstar Þar sem voru kindur og hestar